velkomin í þetta dramatíska smokey look. Í dag var ég í raun ekkert viss hvað ég ætlaði að gera, þannig ég gerði bara eitthvað og endaði svona hlýtt halo smokey með nude vörum, nóg af augnhárum. Já, ég fór bara alla leiðina með þetta. Já, ég hef voða lítið annað að segja. Ef þú langar að sjá hvernig ég náði þessu looki, það megið það láta mig horfa. Ég ætla að byrja á augunum í dag. Ég er með þessa hérna palettu frá Morphe sem ég er að fara að nota í fyrsta skiptið. Þetta er 35 Warm palettan sem lítur svona út, mjög falleg. Og ég veit ekki alveg hvað ég ætla að gera, en ég veit að ég ætla að hafa þetta svolítið svona smokey. Þannig að ég ætla bara að byrja á augunum og vera ljót í andlitinu þangað til að það kemur að endanum. En já, svoleiðis er þetta bara stundum. Ég ætla bara að taka Painterly Paint Pot frá MAC. Tek bara puttan minn. Þá er það komið. Ég ætla að taka bara andlitspúðrið mitt á þessum hérna kúlkosbursta og fara yfir. Bara þannig að verða auðveldar fyrir mig að blanda eftir. Fyrsti liturinn sem ég ætla að taka er þessi hér. Og ég er bara með E35 frá Sigma sem er svona stór blendunarbursti. Og ég er bara að fara að nota þennan lit sem svona blöndunarlit. Þannig að eftir þegar koma dekklitir þá blandast þeir upp í þennan. Þannig að það verða ekki ótrúlega augljós skil. Ég ætla að taka þennan hér sem er svona dökkur rauðbrúnn og á svona flötum 239 bursta frá MAC. Byrja bara á litlu, af því að mér finnst betra að geta byggt hann upp í staðan fyrir að byrja með allt og dökkt og eiga erfitt með að blanda hann. Þannig að ég tappa alveg svolítið mikið á honum. Og núna er ég líka svo mikið bara að sjá hvar ég ætla að setja augnskuggann. Svona og hér. Og svo sameina ég það í svona bítið smá brú hér yfir. Bara smávegis. Og já, og svo byrja ég bara að byggja upp litinn. Og ég er ekki að setja hann í miðjuna. Svo tek ég 217 blendunarbursta, þetta er enda Sigma E25 sem er mjög svipaður. Og ég tek ekki neitt í burstan eins og er. Ég byrja bara á að nota hann bara hreinan. Bara til að byrja að blanda af og pota í augum mitt. Og svo þegar það er orðið ágætlega blandað, þá tek ég aftur bara þennan og dökka litinn og held áfram að byggja hann upp til að gera hann dökkan. En ég bara vil alltaf blanda á milli. Það er eins og ég hef verið lamin. En já, mér finnst alltaf gott að blanda á milli þannig að þegar ég er búin að setja þetta litinn niður þá verði ekki ómögulegt að blanda. Ég held að ég klári bara þetta auga og geri þetta hérna ekki í myndavélinni. Bara af því að það mun taka mjög langan tíma að sýna ykkur bæði augun og minniskortið mitt er ekki það stórt og það er fyllast. En ég taka hann hér aftur og blanda litnum sem ég byrjaði á, þessi hér, og blanda hann við dökka litinn. Ótrúlega lítið og ótrúlega létt. Ég vil alls ekki mikið, ég er bara svona aðeins núna að fara að blanda betur. Dung dung. Og ég nota bara puttan minn til að byrja með þarna. Og setja hann þar sem ég var ekki búin að setja neitt augnskugga. Dúpp honum þar á milli og svona aðeins blandaði í litin sem það er í kring.
Tekið bara blöndunarburstan og aðeins svona. Setjum aðeins meira dökka í innra og ytra. Dekkjum þetta aðeins meir. Svona er þetta bara. Þetta er ekki flókið en þetta tekur bara svona tíma. Ég ætla að hætta núna í smá stund og að gera hitt augað, svo kemur ég tilbaka. Ok, núna því ég lít út fyrir að hafa verið kýld í bæði augun, þá ætla ég að taka pásu á augunum og byrja á húðinni og svo klára ég auguna eftir. Já, ég byrja á því að taka strópkremið mitt. Farðinn sem ég ætla að nota er þessi hér, þetta er nýjasti farðinn frá NARS. Ég er með litinn Gobi. Þetta heitir All Day Luminous Weightless Foundation. Ég er bara búin að pröfa hann einu sinni, þannig ég er spennt að pröfa hann aftur. Hún lítur svona út. Ok, ég er geðsleg. Því lítið myndavélar að því augun mín eru svo appelsínugul, það er eins og ég sé eitthvað zombie. En ok. Ég tek alltaf alveg ótrúlega langan tíma í að blanda öllu inn. Herðu, ég er þá komin með þetta mig. Ég ætla að gera færslu þennan mjög fljótlega á blokkinu. Ég ætla að hylja og ég ætla að nota þennan hérna hyljar. Þetta er Fit Me Concealer frá Maybelline, litnum 15 Fair. Ég eiginlega skil ekki af hverju Fit Me línan er ekki á Íslandi. Eins og þið sjáu þá er ég að þrífa upp svona hvernig ég vil að augnskugginn sé. Svona, glæsilegt. Tek bara beauty blenderinn fyrir að blanda þessu inn. Eins og þið sjáu þá lítur samt augnforðinn bara 1000 sinnum betur út strax af því að ég finsa það svona til með hyljunum. Það dregur augun mín ekki jafn mikið niður. Og ef þið vissu það ekki, þá er ég að nota blautanmjúkinn. Þá eru augabrúnirnar komnar á. Ég ætla að setja undir augunum með sama púðri og ég nota alltaf Ambient Lighting púðrinu í Diffuse Light frá Hourglass. Og ég set það undir augun. Og hér. Það eru bara alls staðar sem ég notaði hyljara. Ég ætla að setja smá lit í andlitið mitt og ég ætla að nota húla frá Benefit. Ég er búin að eiga hann heil lengi en hef aldrei eitthvað fílað hann það mikið, þannig ég ætla að gefa honum séns í dag. Og ég ætla að nota 187 bursta. Ég ætla bara að setja okkurponsu yfir allt og því ég segi okkurponsu þá er ég bara að tala okkurponsu. Og á oddinn á nefinu mínu. Ég er hérna með palettu með einhverju dóti sem á ekki heima neins annar staðar eins og er. Og þetta hér er Harmony frá MAC sem að mér finnst fullkominn fyrir mig. Og ég ætla að nota þennan hér bursta sem er ítaburstin frá NARS. Þannig að ég set smá, mjög lítið af Harmony á burstan og undir kinnbeinin. Ég er ekki að skyggja mikið eins og sjáðu það er bara mjög létt og fylgir aðeins hérna upp. Ég er einfaldlega ekki mikil skyggingamanneskja. En ef þið viljið sjá myndband þar sem ég skyggi alveg full on þá bara látið vita, ég get alveg hent í eitt svoleiðis. Ok, ég ætla að setja mig highlight. Ég með hérna Duo Fiber litla bursta frá Real Techniques og ég með þetta Balm með Illuminizer. Ég hreinlega nota ekkert annað. Alrighty.
með nokkuð látlausar kinnar í dag og noti Warm Soul frá MAC á þessum hérbusta sem Large and Gold Contour. Ok, ég ætla að klára augun. Ég ætla að byrja á því að taka hérna þennan hérbusta. Þetta er 239 frá MAC. Og ég ætla að fara aftur í hennan hér sem liturinn sem við settum í innri og ytri augnkrok. Ég ætla að setja það undir augun. Síðan tek ég svona busta og fer í þennan hér sem ég notaði líka uppi. Rosa lítið og fer með fram þessu og blanda því niður. Þannig var Ása að hrjóta. Þegar það er komið þá finnst mér augun eiginlega bara að vera tilbúin fyrir utan það að mér vantar highlight. Ég tek bara smá af highlightinum sem ég notaði á andlitið og set yfir af því að mér finnst fallegt að hafa smá glans í highlightinu og af því að mér langar það. Ok, þá ætla ég að krulla augnhárin. Setja smávegis af maskara. Nota bara hérna, þetta er Lancôme Grandiose. Like that. Og ég ætla að finna mér eitthvað gerviaugnhár. Ég er að pæla í að nota neðri augnhár líka, bara að því mér langar að vera klikkuð. Ok, ég ætla að nota þessi hér. Þetta eru Iconic augnhárin frá House of Lashes sem eru uppáhalds dramatísku augnhárin mín. Það er mjög þykkur saumurinn. Þannig það er ekki auðveldast í heimi að setja þau á og það er yfirleitt betra þá kannski að vera með eyeliner en af því ég er búin að nota þessi nokkur sinnum þá eru þau svona orðin aðlöguð þínum augum og ég er að nota House of Lashes límið líka og setja þau á. Og ég ætla líka að nota neðri augnhár. Þetta er líka frá House of Lashes og þessi heita Precious. Og ég prófaði þau í fyrsta skipti daginn og ég var alveg tilbúin í þetta er það erfiðast sem ég hef gert á ævi minni og þetta var ég alveg svo lítið mál. Þau eru mjög lítil og hérna þau eru sem sagt öfug við hvernig hinn eru þar sem þau snúa niður og ég set lím frá Ogo Pons Light og poppa þeim undir. Ok, þá er ég búinn að gera það sama hinum megin en hérna myndavélin hætti að taka upp þegar ég var að fara að setja þessu undir en ég veit ekki alveg hvernig ég enda þetta en ég ætla að taka bara hérna hér, þetta er bara svona skáskorinn augabrúnabursti E65 og ég set smávegis maskara á burstan og ég ætla að tætlæna uppi með honum. Af því að ég er ekki með eyeliner þá nota ég þetta til að fylla inn á milli. Svona, þá, ég veit ekki hvort að þið takið eftir en þá er alveg svart, það sést ekki húðin. Ég potaði mig í augað. Ekki gera það. Núna er ég bara að fara að klára augun og ég er bara svona aðeins að fiffa allt. Tek dökka litinn og setja hann hérna aðeins undir. Og blanda. Smá aðeins að dökka litnum uppi. Og veit ég hvað? Ég ætla að gera highlightið í innri augnkrok aðeins sterkara. Svo taka svona pensilbursta og þennan hér, þetta er Shimma Shimma frá Makeup Geek og ég ætla að setja hann í innri augnkrok af því ég vil alveg super intense.
Ég held að ég seti nude lit í vaslínuna. Mér finnst bara fara mér ótrúlega illa að vera með dökkan lit. Ok, þá þetta bara að vera komið. Núna skulum við gera varirnar og ég ætla að halda þeim nokkuð léttum. Tek þennan. Þetta er LA Girl Endless Semi-Permanent Auto Lip Liner Long Lasting All Day Wear í litnum Natural sem er til á fotja.is. Ég dreg smá fyrir utan mína eigin línu. Ég held að ég seti Pure Sen. Ég er ekki alveg að fíla það. Ég held að það sem ég þurfi er smá veis af Pink Lemonade. Jöp. Og þar höfum við það. Þetta er kannski ekki beint einfalt og fljótlegt hversdags make-up en já, þetta kom bara nokkuð vel út. Ég er nokkuð sátt bara með þessa Morphe palettu. Uppsökunum voru pigmentaðir og blönduðust vel, vonandi hafðu þau gaman að því að horfa og lærðu þau eitthvað nýtt eða fannst það töff eða langar að pröfa þetta eða eitthvað svoleiðis. Takk fyrir að horfa og við sjáumst í næsta myndbandi.